Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við að tala aðeins gítarblót í menningarhúsinu Hofi sem verður haldið þar þann 13. Ég fengi til mínan Guðmund Pétursson sem auðvitað hvorki meira sem minna en einn fjölhæfasti gítarleikari í Evrópu. Það engin smá kynning, þetta verður maður ekki bara feimin undir svona kynningu? Ég ber ekki ábyrgð þessari sko. Þetta bara alveg ný frétt fyrir mér eins og hverjum öðrum. Já, nákvæmlega. Þetta stendur á heimasíðu Menningarfélagsins Hofs. Já. En segðu okkur aðeins frá þessu verkefni. Já, þetta verkefni, ég sérst að leika hana 2 gítarkonserta og þetta mjög sérstakt að því leiti að þetta einn klassískur konsert og svo einn nýr konsert fyrir rafmagnsgítar og sinfóníuhljómsveit. Og ég sérst að spila báða, sikur hljóðfæri. Og þetta kom nú til að það var haft samband við mig frá Menningarfélaginu, Þorvaldur, og fyrst átti nú bara að biðja að koma að spila þennan rafmagnsgítarkonsert, en síðan fekk að þá hugmynd að láta mig spila bæði klassíska konsertinn og rafmagnsgítarkonsertinn. Og svo þróast þetta út í það að ég taldi heppilegustu hugmyndina að ég myndi skrifa nýjan rafmagnsgítarkonsert fyrir þetta. Þannig að þetta nýtt verk eftir mig sem verður þá frumflutt á sunnudaginn. Magna. En fyrir þá sem ekki þekkja til, svona eins og ég, sem hef ekki hugmynd af því að ég veit að þau eru rosalega svona imponeru með það að þú sért að spila báða. Maður stundum heldur kannski að gítar sé bara gítar, en er það kannski ekki alveg rétt? Þetta svolítið sikur hljóðfæri nefnilega. Og já, klassískur gítar er talsvert ólíkur rafmagnsgítar bara út frá flestu leyti, nema það að þetta eru 6 strengir og nóturnar eru á sömu stöðunum, en svona tæknilega séð þetta næstu því að spila sikur hljóðfærið. Það er bara svona önnur beiting og tónmyndun og allt, þetta er allt öðruvísi, þannig að þetta er mjög ólíkt. Já. Og svona, líka tónlistarlega náttúrulega, klassíski konsertin er náttúrulega í svona klassískri, svona spænsk, suðuramerísk gítarhefð, með rafmagnsgítarkonssertin er eitthvað allt annað, sko. ekki nokkuð, og voða lítið saman með það að selda, sko. Já. Í rafmagnsgítarkonsertinum er svona smá spuni líka, svona improviserað aðeins að minni hálfu allavega. Og meðan klassíski konsertin er mjög svona eftir, já, svona reynt að fara eftir í hvað á að spila veikt og sterkt, jafnvel, sko, það er búið að segja manni það fyrir fram. Nákvæmlega. Já. Og hvort er annað skemmtilegra en hitt? Fyrir þig? Það er náttúrulega, sko, rafmagnsgítarkonsertinn náttúrulega er ný tónsmíð, sko, þannig að tengsl mín við hann er fyrst og fremst við hann sem tónsmíð. Það er mestur búið að fara miklu meiri tími að semja hann og skrifa hann heldur en að æfa mig á honum. Ég reyna að hafa mig allan við, sko, að ná að hafa hann almennilega á hreinu í taka tíð. Já. Og meðan klassíski konsertin er svona, tónsmíðin er svona stöðluð og formuð og eitthvað sem maður þekkir, en maður þarf að eyða alveg endalausum klukkutíma að æfa hann. Já. Sko. Og þannig að svona, þetta er hvort er hvað, þetta er, já. Bara öðruvísi. Já, maður finnur þetta með allt öðrum augum. Það er orðið svolítið síðan ég spilaði á klassíska gítarinn opinberlega, ég spilaði svolítið með Kammersveit Reykjavíkur, ýmislegt annað svona sérstaklega nútímaverk, svoleiðis. Þannig að þetta er svona spennandi fyrir mig að takast á þetta klassíska verkefni, þetta er svo krefjandi hvað mig varðar, sko. Já. En það er bara kannski vanur að sjá meira gítarleikara á sveitaböllum heldur en upp á sviði með sinfóníuhljómsveit? Já, það er alveg rétt. Gítarleikarar bara mjög sjaldgæfir með sjónlistum yfir höfuð. Það er bara, maður gerir sjaldan og það er bara svona líka, það er tiltölulega nýlega sem að menn fóru að tefla þessu saman líka, sko. Þetta var náttúrulega í árhundruð þá kom þetta nú nánast aldrei fyrir. Nei, kom bara ekki til greina, þetta bara henta ekki saman. Nei, þetta var henta ekki saman. Þetta er líka, sko, núna erum við náttúrulega með nútíma tækni til þess að magna upp gítarinn. Gítarinn er náttúrulega frekar lágvært hljóðfæri. Já. Á móti sellóum og básúnum og trompetum. Hann hefur bara týnst. Já, það er svona, það er erfitt að tefla þessu saman. Ertu farin að æfa í Hofi? Við erum búin að gera svona, hluti af hljómsveitinni er að sunnan
og það er búið að gera eina svona lestraræfingu hérna fyrir norðan síðustu helgi og eina lestraræfingur í sunnan en æfingarnar byrja að krafti í dag. Já. Og hvernig líst þér á húsið? Er það ekki, það hlýtur að vera skipta því þú ert að tala um hljóðið og hvernig það allt Já, rosalega vel. Já. Já. Þetta er hana í salnum, Hömrum, sem að er svona, hvað hljómbur varðar fyrir svona algjörlega kjörinn. Hann er alveg stiltur inn á einmitt þessa tónlist. Þannig að þetta eru kjöraðstöður. Já, það slítur að skipta miklu máli þegar... Já, það skiptur öllu máli. En hvað er framöndan hjá þér, svona lokum? Hvað er... Ég er nú bara fyrst og næst að klára þetta. Það er búið að vera ansi mikið að gera hjá mér síðasta árið, bæði tónleikaferðalög erlendis og kláraði eina plötu, eða 2 plötur, eina með hljómsveit séri og aðra sólóplötu og svo þurfti ég að svona koma þessu frá. Þannig að það er, en já, alveg, jú, það er útgáfu heiti tónleikar í Reykjavík með jazzhljómsveitinni Annes sem ég meðlum í og svo er blúshátíð í Reykjavík sem er nú svona páskahefð. Það verður mjög þægilegt og afslappandi að fara í það eftir þetta allt saman. Já, það ekki. Þetta er greinilega tekið á allt saman. Já, þetta er bara, það safnast margt saman, við svona búum í þjóðfélagi á tímum þar sem að þú ert ekkert bara sokkin án í einn hlut í einu. Nei. Þannig að ef það er eitthvað sem að tekur mikið pláss, þá tekur það mikið pláss. Já, nákvæmlega. Þetta verður spennandi, ég myndi að mér á sért dálítið spenntur. Já, ég er bara að reyna að vera slagur. Já, það má alveg vera spenntur stundum, þegar að klárast þetta risaverkefni, það verður örugglega magnað að fá að kýla á það og fólk mæti og fá að njóta þessa framflutnings. Já, fólk mætir sko, ég held að fólk á endilega að mæta. Já, það ekki. Ímynda mér að miðasala sé bara inn á mac.is, svo komið því nú allt. Já, hún er bara á mac.is og náttúrulega í Hofi. Já, nákvæmlega. Gaman að fá þig og bara njóttu. Já, kæra þakkir. Og með þessu þá ætlum við að ljúka föstudagsþættinum í dag. Góða helgi.